Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð, velkomin í þjóðaréttin þingið sem hluti af hlaðborði Rauðaborsins á samstöðinni í kvöld. Það eru árstíðaskipti, sumardagurinn 1. á morgun. Þess vegna er nú að reyna að sýna einhvern lit með að vera hér í gulu og þessi glimmeri líka. En ég veit ekki hve mikil glimmerstemning er hjá þeim sem kveðja þennan vetur pólitískt og þingið fjallar jú pólitísk álitaefni og flestir viðmælendur í þinginu eru að jafnaði þingmenn og það verður engin breyting á því í dag. Þátturinn verður svolítið eins og brautarstöð. Sumir sem eru hér núna þurfa að víkja velli og vonandi koma aðrir nýir en það hefur samt verið svolítið erfitt að bóka þingmenn þennan daginn, mikið af fundum í dag. En við ætlum sérst að gera upp þingveturinn. Ef ég heiti Gísli Marteinn og ef þið værið að horfa á vikuna, þá myndum við kannski öll bara vera hér í einungis glaðlegri stemningu, reyta á okkur brandarana og hvetja landsmenn til að sýna samstöðu. En samstöðin víkur að fleiri þráðum í samfélaginu heldur en því að vera bara þæg og góð og kannski munu umræður dagsins litast að einhverju leyti að því. En verið þið velkomin þið þrjú sem þegar eru komin, Sigmar Guðmundsson, Viðreisn, Þórhildur Sunna, Pírati og Guðmundur Ingi, Flokki fólksins. Takk fyrir. Sigmar, ef við byrjum bara á þér, þessi vetur sem er að baki, þessi pólitíski vetur, hvernig hefur hann verið? Já, sko, mér finnst hann hafa verið bara mjög áhugaverður auðvitað. Það er náttúrulega búið að vera þannig í pólitíkinni að það hafa verið svona mikla hræringar inn í ríkisstjórninni. Bæði hafa menn verið að skiptast á ráðherrastólum alveg hægri vinstri og þá yfirleitt í kjölfar einhverja svona vandræðamála. Og svo líka stendur það bara upp úr sko hvað svona ágreiningur og átök innan stjórnarliðsins eru mikið fyrir opnum tjöldum. Ég man ekki, það er nú oft þannig að það gustar ríkisstjórn hverju sinni, auðvitað er það þannig í lýðræðisríki. En þarna erum við hins vegar að sjá svo mikið óþol, sérstaklega tveggja flokka, gagnvart því að vera í stjórnarsamstarfi með hinum flokknum, að menn er ekkit að fela þetta neitt lengur sko. Og þetta hefur nú yfirleitt verið þannig, menn reyna að setja eitthvað pottlokk á og annað og það hefur bara ekki tekist. Þetta er bara manni liggur stundu við að segja sko að þetta sé nánast þannig að stjórnarandstaðan komist ekki að með sína gagnrýni á ríkisstjórnina vegna þess að hún er svo öflug innbyrðis við að tæta sig einhvern veginn á hól sko. Mér finnst þetta svolítið standa upp úr í vetur og svo verði ég auðvitað að fá að nefna bara hvað þetta var vandræðalega erfið fæðing og hvað gekk mikið á núna þegar að Katrín fór í forsetaframboð. Hvað flokkarnir voru algjörlega óundirbúnir því, hvað landstjórnin hökti mikið við það að hún færi og það kemur nýr forsætisráðherra inn. Og ef ég ætla að fá að nefna eitthvað eitt mál sem að mér finnst standa upp úr, þá er það samþykkt búvörulagana, ekki endilega vegna umfang málsins þó að það sé heilmikið, heldur hvernig vinnubröðin í því voru. Það hef ég ekki séð ég hef ekki séð svona ljót vinnubröð vil ég meina núna á lengi, að minnst að kosti ekki frá því að ég settist á þing. Aðeins með þann bolta, fyrir 2 dögum satt hér Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og hann er jú sérfræðingur í þessum málum. Hann telur alveg skýrt að þetta séu ólög. Já. Að þetta yrði dæmt ólöglegt ef þessu væri fylgt eftir fyrir dómstólum. En þegar ég spyr hann, er líklegt að það verði gert, þá segir hann, nei, það er ekki líklegt. Er það ekki svona hluti á þessari klemmu sem við erum stödd í? Jú, mér hefur nú skilist að það sé nú einhverjir aðilar að láta skoða það, hvort að það geti verið grundvöldur til þess að láta reyna á rétt sinn. Vaffer og neytenda. Já, og samtök atvinnurekenda og kannski einhverjir fleiri. Þetta eru þetta nákvæmlega þannig að það er innbyggt inn í kerfið okkar að mál þurfa að fá einhverja tiltekna þinglega meðferð. Og þarna verður svo mikil breyting á milli annar og þriðju umræðu án þess að hagsmunaaðilar fá að koma fyrir þingnefndina, sendin umsagnir og annað að mér sé að ráðuneytið efast að þetta standist EES-samningin en aðalega svona það sem að mér finnst leiðilegt að sjá í þessu það er hvað ég vil meina að brotaviljinn í þessum máli hafi verið tiltölulega innbyttur. Ég held að það hafi staðið til að koma þessari breytingu í gegn með einum eða öðrum hætti. Þetta hefur verið áherslumál hjá Framsóknarflokknum að gera þetta
og gott og vel, menn hafa auðvitað alls konar skoðanir í pólitík og það auðvitað bara fullkomlega eðlilegt að við séum ekkert endilega sammála það hvernig landbúnaðarmálum eigi að vera fyrir komið eða hvert hlutverk afurðastöðva eða eigi að vera eða hvort þau eigi yfir höfuð að vera út í samkeppnislögum eða ekki, þetta er alls konar skoðanir á því, en við getum ekki kippt þinginu bara hálfpartinu sambandi þegar við erum að koma inn einhverju meiri hluta sjónarmiði í þessu sem að mér sýnust nú reyndar líka hafa verið svona hálfpartinn þess eðlis að VG hafi sofið á verðunum og átt að segja á því eftir á einhvern veginn hvað var að gerast sko. Hvernig myndið þú lýsa síðustu vikum, mánuðum, þessum þingvetri og hvernig ef þú berðan saman við hin árin hjá þessari ríkisstjórn, ertu sammála Simma? Já, þetta hefur örugglega verið svona dramatískasta ár dramakastsinn sem að þessi ríkisstjórn hefur verið alveg frá upphafi sko. En ég hef náttúrulega séð þessa þróun kannski verið að ágerast lengi og eins og ég hef talað þetta þá var þessi útganga Katrínar svona þriðja stjórnarkreppan á bara mjög stuttum tíma þar sem við vorum með atburðarás sem að byrjaði á því að byrjaði eiginlega á þessum væringum hjá Sjálfstæðisflokknum út af hvalveiðibanninu og hvernig þið byrjuði að tala sko strax síðasta sumar og það náði hámarki svo í kringum umræðum vantrauststillöguna í janúar, síðan auðvitað þegar að Bjarni segir af sér vegna niðurstöðu umboðsmanns sem allir hefði getað séð fyrir en voru, við skulum hafa það í huga líka, voru búin að aktíft tala niður og það er ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn, heldur líka Framsóknarflokkurinn sem að ítrekkað sögðu öllum að það hefði ekkert verið athugavert við þessa sölu, það hefði ekkert verið athugavert við að Bjarni hafi verið þarna ráðherra sem að koma að sölu sem að pappans tók þátt í. Þannig að þetta var gjörsamlega fyrir sig niðurstaða þótt að stjórnarlegar hafa reynt að telja okkur trú annað og reynt að tala okkur niður sem bentum á að þetta var ekki í samræmi við stjórnsýslulög. Þau skipti, ég meina það var ekkert öruggt að þau getu haldið það út þá. Þau fari í eitthvað hópeflisferð þarna og komast að þeirri niðurstöðu að þeir neyðast víst til þess að halda áfram saman. Þó þau langiða ekkert og finnist það ekkert gaman lengur. Af því þau vilja ekki vinna með ykkur? Af því að þau vilja ekki hætta að stjórna og eru hætt við kosningar. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn vilja augljóslega ekki vinna með okkur. Ég veit ekki með hina tvo flokkana. Ég hugsa að þið láti svo nú alveg hafa það ef að það verður til þess að þau komast í ríkisstjórn sko. En við náttúrulega höfum verið mjög skýr með að við ætlum ekki að fara í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum. En það er svo sem önnur enla. Og svo þetta, Katrín gengur út og það tekur hérna gríðarlega langa tíma að hnoða þessu saman aftur og við endum með þennan óvinsælasta stjórnmálamann Íslands í forsætisráðuneytinu sem gjörsamlega gengur fram að fólki og skiljanlega. Og svo kemur þessi ágæta úttakt í heimildinni þar sem að okkur er bent að það veri kannað hvort það væri hægt að kjósa í maí sem segir okkur að þetta er mjög óstabílt hjónaband sem er í gangi þarna og það er auðvitað orðið mjög þreytt að vera einhvern veginn alltaf við viðbragðsstöðu með er stjórnin að fara að springa núna, er hún það ekki og ég hef sagt, ég er hættan að pæla í þessu sko, af því að þetta er einhvern veginn svo En vegna þess að þú segir núna, hve mikinn frið ætlar þú að gefa sem þingmaður í stjórnarandstöðinni? Ég gef náttúrulega aldrei eitthvað frið til þess að starfa og koma Ég gef náttúrulega aldrei eitthvað frið en það breytir því ekki að það er ágætt að hafa ákveðna maður getur náttúrulega aldrei verið 100% vissum að kjörtímabil haldi eða eitthvað þannig sko. en þegar að ríkisstjórnin getur ekki einu svona ákveðið sér sjálf hvort hún vilji stjórna og er reglulega bara að velta í opinberlega fyrir sig og ráðast hvert á annað þá er það mjög skrítið ástand að vera í sem pólitíkus í stjórnarandstöðu en svo ég adressir líka sko þetta með þessa tvo flokka ég meina það er það sem er á yfirborðinu VG og Sjálfstæðisflokkurinn eitthvað svona senda eitupillu sín á milli mér finnst það svona mörguleiti vera í nössunum á þeim þetta er svona að tala inn í baklandið þannig að það er mjög þægilegt og gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ráðast af VG og að því að baklandi í Sjálfstæðisflokkinn er pirrað af VG og svo er mjög þægilegt fyrir VG að svona bæði að Sjálfstæðisflokkinn sé að ráðast á sig fyrir að ráða og miklu og en líka bara að vera með eitthvað smá viðnám og eitthvað smá andstöðu við þá þetta tala mjög vel inn í bakland þessar að tökja flokka og þess vegna held ég að þau leyfi sér að vera svona vókal pirruð yfir þessu
En þar sem að kannski siglir undir radarnum hjá fjölmiðlum og mögulega því að það er bara miklu minna sýnilegt út af við, að það heldur alls engin friður á milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar. Nei. Og bara langt í frá. Það er meðal annars vegna þess að þessi tveir flokkar, þeir eru í samkeppni við það hvort flokkin, Samfylkingin velur að loknum kosningum til meiri hluta samstarfs í ríkisstjórn. Já, ég held að heyri ég innan úr þessum báðum flokkum, ég held að hvort sem eru kosið í hausti eða næsta ár. Ég held að þessum frekar til dæmis það fyrir afskaplega töðunar á Sjálfstæðismenn hvað Framsóknarmenn eru duglegir að lofa peningum sem þeir eigi ekki. Já. Og eins og Sjálfstæðismenn hafa alltaf farið vel með það. Já, svo er það sko, ég meina þeir eru bara vanið því að ráða því hvert peningarnir fara, þannig að það fer auðvitað ógeðslega í töðunar þegar fólk þykist ætla að fara út fyrir það vald og taka sér eitthvað vald sem þeir hafi ekki og ég held að það hafi verið ég held að þeim hafi verið það mjög erfitt að afhenda Sigurð Inga lyklana á fjármálaráðuneytinu, ég held að þetta sé eitur í beinu Sjálfstæðismanna að það sé komið Framsóknarmaður í fjármálaráðuneyti og á móti að þá held ég að Framsóknarflokkurinn sé orðinn rosalega pirraður á að geta aldrei gert nokkuð skapaðan hluta því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf vítóað fjármagnið. Þannig að það er alveg áhugaverð staða sem er komin upp núna þegar að Sigurður Ingi er komið með lyklana á fjármálaráðuneytinu og hann þarf að fara að standa við öll stóru orðin og kannski sína eitthvað á spilinu hvort hann geti yfir höfu staðið við loforðastabban sem hefur safnast upp á öllu þessu tíma sem að þeir hafa í raun svona reynt að fela sig á bak við Sjálfstæðisflokkin með að sé ástæðan fyrir því að þeir hafa ekki getað staðið við sko. Guðmundur Ingi, hvaða einkunn gefur þingvetrinum og svona því sem við höfum orðið vitna hjá ríkisstjórninni og meirihlutanum? Ég verður bara að segja alveg svo að þessi þingvetur er sá lélegasti sem ég síðan þessi 6,5 ár sem ég er búin að vera inni. Ég hef ekki orðið varfið áður fyrir en núna í vetur að það var bara fundafall í nefndum vegna þess að ringi málinni. Jú, þingmannamál voru inni en það máttu eiga við þau og þá voru engin stjórnarmál hann inni og það var bara allt í upplausn og ég tek undir með þeim að þessi ráðherrakapall við erum með 3 ráðherrarna sem hafa virðast ekki virða lög og reglur, til dæmis Guðmundur Ingi nafni minn, hann átti að búa til hagsmunafulltrúa aldrara sem var samþykkt einróma á þinginu, hann bjó til pósthólf og símlíðnu á Ísland.is, þá har hann búin að afgreiða það, síðan er Svangi Sagadóttir með hvalveiðimálin og svo Bjarni og þetta er bara í skelfileg stjórn og ég segi fyrir mitt leyti að ef við horfum aðeins aftur tíma hvernig þessi ríkisstjórn síðustu 6 ára hefur komið fram til dæmis eldri borgara. Það er eini aðilar sem hafa ekki fengið krónu frá þessari ríkisstjórn í 6,5 ár, ekki neitt auka og ekki einsinni fengið vísitöluhækkanir eins og á að vera vegna þess að það er alltaf verið þessi leikur á tölum til þess að reyna að ná niður kjarabót þessu hópa og kjaragleinu stækkar og síðan er núna sem er eiginlega furðulegast að öllu að það var samþykkt í 2020 að lögfesta samningsóra málum til Fatlafólks. Það er ekki búið að því ennþá, ekki viðaukan, ekki kærlið, en samt er að fara að gera kollvarpa endurskoðun á örgkerfinu öðru. Það sem er undir að þessi einstaklingar þegar ef þeir færi inn í þetta nýja kerfi geti kært og kærlega verið opnar. Og síðan komaði með svona frumvarpi sem endurskoða almannatrygginga fyrir öryrkja 800 krónu hækkun, 803 krónu fyrir, og þá er eftir að skatta það og þá að vera eftir 1,5 ár, ég meina. Og þeir sem er verðsettur öryrkja sem fatlaðir einstaklingar, þeir að fá 4.000 krónu hækkun eftir 1,5 ár. Ég meina, í hálfgerði verðbólgu upp á hvað? 7-8%. Þetta er bara glórlöst. Það er alltaf og svo þegar ég spurði Bjarnan daginn að því að hann lofaði eldri borgurum, hann sagði 2003, ég held að það er 2016 að draga úr skerðingum og það er 45% skerðing á lífeyrissjóði ennþá og hann bendir alltaf okkur tekjusaga.is, það lifir ekki af því, það lifir bara því sem hún farði útborgað. Já, Sigmar, af því ég veit að þú þarft að fara fyrstur, veit ekki alveg hvað mikinn tíma þú hefur, en vegna þess sem Guðmundur Ingi nefnir með kyrrstöðuna sem var, að nú er það nú heldur betur búið að breyta því. Það streyma núna frumvörp fram, mjög umdeild frumvörp, eins og mér skildist á annarkvort stefnu eða frumvarpi Guðlaugs Þórs daginn, þá eru til dæmis sveitarstjórnir að fá meira vald til þess að greiða fyrir götu vindorkugarða, heldur en þau hafa fengið, það er ekki örugglega rétt skilið hjá mér. Og svo erum við með þessa firði landsins, lagseldið að frumvarp sem lagt á fram í gær að í rauninni norski rauðmenn geti bara eignast okkar
firði til langframa til að stunda þar sína starfsemi sem mörgum gæti nú fundist saga til næsta bæjar. Er það þín tilfinning að það er að móka núna sko restin af þessu kjörtímabili þá að móka áfram umdeildum málum að það sé einhvern veginn búið að ná einhverju sátt sem áður var ekki? Já, sjálfsagt reynaðu nú að gera hansi margt en ég held að það verði seint friður um þetta mál sem að snýra fiskeldinu sko, þá eru svona grundvallar atriði undir eins og það hvernig við förum með auðlindin okkar og hérna hvernig við útlutum þeim gæðum sem að felast í því og þarna eru þetta verið að tala um það að leyfin er ekki lengur bundin við tíma, þau eru bara ótímabundin eins og þú ert að benda á í þínum eingangi og það verður þetta engin friður um þetta mál og meðan það lítur svona út sko, sjáum auðvitað hvað gerist inn í þingnefndinu og umræðinni. Já, ég meina þetta hefur talsvert verið að koma inn af málum en sko málafjöldin einn og sér hann auðvitað er ekki mælikvarði á það hérna hvað kemur mikið undan ríkisstjórn, það er hversu mikið að málunum verður samþykkt og við vitum það auðvitað, ég meina það er líka til að mynda eftir hérna svona umdeildir hlutir svo, hvað varðar útlendingamál og annað og þar eru þetta ríkisstjórnarflokkarnir ennþá ósammála ákveðna hluti sko. Þannig að málafjöldin segir ekki alla söguna sko. Svo er nú líka þannig að það er ekkert langt þangað til að þingi fyrir 2 vikna hlé út af forsetakosningum. Það er ekkert rosalega langur tími eftir þannig að séð. Þannig að þau eru sjálfsagt einhvern veginn að reyna að berja í brestina með því að leggja fram fullt af málum. En ég sé, sko, við sjáum þetta kannski bara best á því að þegar þau eru að endurnýja heitin í 1000. skiptið þarna á dögunum, strengja þess heit að halda áfram, búin að kanna það eins og Þórhildur Sunna er að benda á hvort það veri mögulegt að kjósa meðfram einhvern veginn forsetakosningum og annað, að þá eru lögð til grundvallar 3 mál sem að eiga að vera áhersluatriðin út hérna kjörtímabili. Þetta er það sem að flokkarnir hafa svona einhvern veginn náð saman að séu mikilvægustu málin og þá er talað útlendingamálin, orkumálin og svo baráttuna gegn vöxtum og verðbólgu. Þarna eru sem sagt líka undir mestu átakafletirnir að mörgu leyti á milli stjórnarflokkana. Við sjáum þetta í útlendingamálunum, það er nýbúið að hérna 20. febrúar þá við talaðum það að það komin einhver ný heildarsýn ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Svo örfáum vikum seinna þegar að ríkisstjórnin er næstu í sprungin þá þarf að fara að semja upp á það um það allt saman upp á nýtt og hérna bara látið eins og það sem á undan gekk hafi bara hreinlega ekki verið sko. Við sjáum það hvernig hérna ráðherrar ríkisstjórnarinnar í VG og Sjálfstæðisflokknum tala um orkumálin, er algjörlega austur og vestur og við sjáum að það er bullandi óánægja með það innan Sjálfstæðisflokksins hvernig er verið að taka á ríkisfjármálunum þó að sá flokkur hafi nú haldið á því í ráðuneyti þangað til bara fyrir skemmstu. Þannig að málafjöldin segir okkur ekki nokkuð skapaðan hlut held ég. Þessi ríkisstjórn hefur vissulega þingmeiri hluta til þess að keyra alls konar bull í gegn en það er líka veikleiki fyrir hana hvað hún er ósamstíga og það gerir henni þingra fyrir til dæmis þegar kemur á svona máli eins og varðandi lagseldi sem er úr það nefna það sem þetta grundvallar atriði er undir. Ég ætla bara að leyfa mér að vona að þingið stígi svolítið fast niður þar og stöðvi það. Fyrir utan sko bara til að skjóta inn í þrátt fyrir þennan málafjölda sem þið tókst að skila inn fyrir 1. apríl, þá er þetta samt langt undir meðaltali af málum á einum þingvetri sko, bara til að halda það til haga og það eru svo mörg mál sem koma inn svona seint, það er alltaf ákveði svona, hvað maður segja, handicap að koma með það svona seint inn vegna þess að þá eru líkurnar á því að það komist alla leið alltaf minni heldur en ef að það er lagt fram á eðlilegum tíma sko. En af því þú myndist á forsetakosningarnar, mér langar að fá þitt take á það áður en þú yfirgefur okkur og er ykkur á fund sem ég held að segja bara næstu mínútum. Hvernig er nú að spilast úr þessu fyrir Katrínu Jakobsdóttur sýnist þér og hérna má ég rukka þig svona aðeins þú ert nú fréttamaður til áratuga búin að fylgjast með íslensku samfélagi og getur sett þetta í samhengi áður en þinn pólitíski ferill hefst. Hvernig líst þér á þetta allt saman? Já sko, ég held að hérna það sé þannig að ég ímynda mér að það sé talsvert panik í herbúðum Katrínar Jakobsdóttur. Ég held að þau hafi metið að þannig að hún ætti kannski svolítið greiða leið að þessu embætti sem við sjáum að er ekki að gerast og það eru þetta reynast henni þingra heldur en hún hélt og hún sé mjög vinsæl og það eru örugglega mjög margir bara sem að sjá svona hennar mannkosti og eiginleika í sjálfu sér vel eiga heima á Bessastöðum. Það flækist fyrir allmörgum að hún er nýkomin úr þessu embætti
þeir frambjóðendur sem að gera sig gildandi, ég nefni það Baldur og núna síðustu dögum Höllu Hrund, þau eru, sko Baldur náttúrulega bara með sama fylgi og hún og Halla Hrund á alveg þvílíkur uppleið og mér finnst hún vera svona svolítið að sækja fylgi á mörguleiti eða reyna að sækja fylgi á sama stað og fylgi hennar Katrínar liggur. Það er að segja, mér hefur fundist svona hinga til hún vera svona svolítið að leggja áherslu á landsbyggðina og eldri og íhaldsamir alltaf mikið að kjósa Höllu samkvæmt niðurbroti. Og það er rosalega áhugavert að sjá þetta hvað hún er mikill spútnik í þessari kosningabaráttu. Það er mjög áhugavert að sjá það. En hins vegar sko held ég að við verðum að staldra við. Þetta er allt saman mjög frambærilegir frambjóðendur. Það vantar ekkert upp á það. En mér finnst það ekki trúverðugt þegar að við erum að tala um það að forsetaembættið að svona eitt helsta vald forsetans, raunverulegt vald, er málskotsrétturinn sem á að vera svona einhver varnarleið gagnvart ríkisstjórninni, gjámilli þings og þjóðar hefur náttúrulega verið notað sem rök þegar að forsetar hafa verið að skjóta málum til þjóðarinn og þó að það hef ekki gerst oft. Við erum auðvitað þá með forseta ef að Katrín er kjöri sem var höfuð þessara ríkisstjórnar, sem var formaður í flokki sem er í ríkisstjórninni, hversu trúverðugur er málskotsrétturinn, beiting hans eða öllu heldur ef hún er ekki beitt í umdeildum málum eins og getur hæglega komið upp bæði núna meðan þessi ríkisstjórn klárar setuna og svo líka bara fyrir VG í framhaldinu og því hvort að þetta stjórnarmynstur er eða ekki ef að VG er í stjórn. Mér finnst þetta vera mjög mikið umhugsunarefni. Ef að menn vilja halda því fram að málskotsrétturinn eigi að vera virkur og hann eigi að vera þetta tæki, þessi varnagli, gagnvart valdhöfum, að þá er það tæki fullkomlega ótrúverðugt auðvitað þegar að sá sem á að hafa aðhaldið með ríkisstjórninni var áður höfuð þessara sömu ríkisstjórnar. Mér finnst það segja sér svolítið sjálft og ég nú tekki eftir að Píratar og Þórhildur Sunna hefur talsveit mikið talað um þetta. Mér finnst þetta atriði miklu alvarlegra heldur en fyrirferð þessi opinberu umræðu gefur fyrirheit til. Að því sögðu fyrir utan þetta þá held ég að Katrín sé alveg alls magleg og náttúrulega vinsæll stjórnmálamaður og allt þetta, en bara ofur einfallega þessi fortíð, minnst hún setja svolítið strik í reikningin og já, og þetta er bara svolítið að þvælast meira fyrir henni heldur en að upplegi var. Já, þannig að þú ert svolítið í liði með þessari gagnrýniðinni með Steinunni Ólínu, Jóni Gnarr og Baldri Þórhallssyni sem öll þrjú hafa ávarpað. Mér finnst þetta bara að blasa við. Ég meina, þú veist, við getum bara teiknað upp svona atburðarás, Svandís Bjarkey eða Guðmundur ráðherra VG koma fram með eitthvað mjög umdeilt mál, það verður allt vitlaust í samfélaginu, það fara af stað undirskriftalistir það að forseti eigi ekki að skrifa undir lögin og hann eigi að vísa málunum í þjóðaratkvæði og Katrín situr á bestu. Hversu trúverðugt er það ef hún gerir það ekki? Og hversu líklegt er að hún gerir það? Skiljiði mig. Ég fæ þetta ekki alveg til þess að koma heim og saman. Auðvitað er hægt að umgangast embættið eins og var gert í áratugi þar sem að menn bara láta eins og þessi málskotsréttur sé ekki til. En hann er þarna, hann er í stjórnarskránni og hann hefur verið nýttur þó að hafa ekki gerst núna í tíð þessa forseta sem nú setur, þá gerði forverin það í þrígang. Þannig að mér finnst við ekkit, þegar við erum að tala um forseta og stjórnskipan og annað, mér finnst við ekkit komast fram hjá því að ræða þetta. Þetta er auðvitað, málskotsrétturinn hann er svona, trúveruleikinn í kringum, hann er ekki mikill á meðan þessi staða er uppi og það auðvitað hefur ekkert með Katrínu sem persónu að gera heldur bara stöðu hennar sem höfuð ríkisstjórnarinnar svona lengi. Þá þurfa hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar að kveðja þig. Já, takk fyrir. En þakka þér fyrir að koma. Bara takk fyrir mig. Og gleðilegt sumar. Sömuleiðis. Og ánægða með sumarbóliðin. Já, það er gott. Og gleymir þið. Já, gleymir þið. Bara takk fyrir mig. Þú mátt bara standa og fætur og yfirgefa samkvæmdina. Takk fyrir okkur. Já, eigum við að halda þessum bolta eins og lofti? Já, getur gert það. Ég tek undir með honum Sigmari og við höfum verið að benda á það í Pírötum alveg frá því að hún tekur þessu ákvörðun Katrín að hlutverk forsetans er að vera ákveðin öryggisvendill fyrir þjóðina. Hann hefur þetta vald að geta beint málum í þjóðaratkvæðagreiðslu og það er vel hægt að efast að Katrín geti beitt því valdi með hlutlegum hætti. Svo eru önnur atriði sem koma til varðandi þetta framboð og það snýst til dæmis að hlutverki forseta sem svona hann gefur stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar
sem svo sem ekki fysiskt til og ekki einhver struktúr í lögum, en þetta hefðar helgað hlutverk forseta sem ég held að yrði verulega skaddað ef að Katrín tekur við því og ætlar síðan að fara sama hverjum í raun afhenda eitthvað stjórnarmyndunar umboð. Hversu trúverðugt það? Ég held að eyðileggi að einhverjum hluta þetta hlutverk forseta. Vegna þess að þetta svo huglægt mat hjá forseta, ég meina eins og þegar Ólafur Ragnar réttir framsókn 2013 stjórnarmyndunar umboðið af því að þau voru nú ekki stærsti flokkurinn en þau sigruðu kosningarnar og eitthvað svona, ég meina þetta eru bara huglægar forsendur sem að forseti velur sér fyrir því hverju mann réttir umboðið sko. Það vakti athygli mín að daginn sem Katrín staðfesti að hún ætlaði framboðið að hún talaði eins og þetta væri ekki stjórnmálulegt embætti, þetta væri ekki pólitískt embætti. Já, hún sagði, nú kveð ég hinn pólitíska vettvang, mér fannst þetta ótrúlega sérstakt vegna þess að þú getur ekki bara staðið upp og hvatt hinn pólitíska vettvang og látið þess að forsetin sé ekki pólitískt embætti. Ég meina að þetta persónukjör og þetta hluti af bara æðstu stjórnskipan landsins og auðvitað þetta pólitískt embætti þótt að sko forsetin eigi að halda sig frá flokkapólitík að þá þetta pólitíkus, þjóðhöfðingin okkar pólitíkus, en sko og annað í þessu áður en að ég læta hana Katrín í friði sem ég get alveg tekið undir að góðum kostum gett og það hefur verið ánægilegt ofta tíðum að vinna með henni og ég sé að hún mjög flinkur pólitíkus. Mjög flink líka ég að svara ekki spurningum. Já, hún einstaklega góð því. Það alveg sérstakur hæfileiki sem hún hefur. Ég hef oft fundið fyrir því. Það hefur mjög erfitt að spyrja hennar spurninga vegna þess að hún eyðir eiginlega öllum tímanum, nú ætlum ég að hætta þessu. Nei, það síðasta sem ég vildi benda á varðandi þetta bara þetta að fara úr embætti forsætisráðherra og beint í þetta. Mér finnst það bara ekki viðeigandi. Mér finnst það ekki vera í samræmi við góðar og gildar lýðræðislegar hefðir að gera þetta. Dómgreindarskortur. Mér finnst það ákveð ábyrgðarleysi. Já, mér finnst það einhvern veginn skortur á að skynja sína eigin stöðu og ábyrgð. Ég kann ekki að meta þetta og ég átta mig á því að mörgum finnst þetta óttalegt humbúk hjá mér. Og ég veit ekki hvort það var Össur Skarphéðinsson sem var að kalla þetta væl í Jóni Gnarr að benda á að þetta væri skrítið, ég meina Jón dregur upp þessa mynd og það síðasta sem Katrín gerir að fara á Bessastaði og svo fer hún og gefur blaðamanna fund á Bessastöðum sko, það hennar síðasta verk embætti forsætisráðherra og ég ætlaði að klára þetta með að yfirgefa hinn pólitíska vettvangi minn og svo heldur hún áfram sem forsætisráðherra í eitthvað tíma þú veist og eftir, það er ekkert langan tíma en samt nokkra daga og þannig að hún kvaddi nú bara ekki þennan pólitíska vettvang og mér finnst þeim eitt mikilvægt að benda á að fjölmiðlar eigi ekki bara að gefa henni það að hún sé einhvern veginn þurfi bara ekki að svara fyrir sinn fyrri ferila því að hún framboðið til forseta núna og þar með hafa hún hvatt hinn pólitíska vettvang, það ekki þannig. Allt því sögðu það viljum segja eitthvað þessar forseta kosningar vegna þess að ég held eins og Sigmar að hún hafi talið sig eiga góðar sigurlíkur og ég held ennþá að hún eigi góðar sigurlíkur. Ég held að hún sé alveg mjög sigurstrangleg vegna þess að hún vinsæl, vegna þess að hún góð mannkostum gætt, vegna þess að hún ótrúlega vel þekkt auðvitað og var forsætisráðherrann okkar og gríðarlega vel tengd og allt þetta. En á sama tíma auðvitað búið að vera ótrúlega merkilegt að fylgjast með Höllu Hrund og hvernig hún ríkur upp í körunum. Fólk skynjar svona, ég held að margir líta á hana sem ótengda pólitíkinni og fulltrúa almennings og þar með vænlegan kost í samanburði við alla hina. Og svo Baldur auðvitað líka mjög sigurstranglegur og hún gengur mjög vel. Og ég held að við megum heldur ekki vanmeta Jón Gnarr vegna þess að hann líka með ansi sterkt kapital. Og svo Steinunn náttúrulega í alveg ágættu uppáhaldi á mig líka. Ég var náttúrulega með henni áður en að ég settist að þing og hún alveg frábær kona. Já, ég var með henni í Kvennaflæðinu. Við þrjú okkar sem hér erum núna eða höfum verið við deilum þeirri sögu. En hver heldur það verði forseti segir bara ef þú þyrftir að ef myndir rukka það eitt svar í dag. Það Katrín? Veistu, mér finnst þetta það spennandi að mér finnst það ekki liggja fyrir. Ég get ekki sagt það. Eins og ég segi, mér finnst Katrín mjög sigurstrangleg en mér finnst hinn þrjú sem að ég nefndi öll eiga séns. Já. Þú hefur ekki verið í blaðamennskunni það? Nei, það hef ekki verið. Þú ert öryrki. Já. Og þú ert vanur að huga að þeim sem
ekki hafa sterkust stöðu í samfélaginu. Hvernig finnst þér það ganga inn á Alþingi, hafa gengið í vetur eins og nefndir áðan, þá finnst þér mjög margt falla á milli skips og bryggju hvað varðar réttinda stöðu þeirra sem þyrfti að styðja við og ég verð nú bara að viðurkenna það að út frá sjálfu mér þá finnst mér ekkert mjög margir þingmenn dagstaglega að vera að berjast fyrir hagsmunum undirsettra á Alþingi. Mér finnst þetta að vera orðið svolítið búbluhópur, svolítið forréttindahópur meir og minna, eins og má halda fram bara marga og aðra opinbera starfsmenn. Eru þið svolítið ein og vinalaus, þið sem til dæmis viljið bæta hag öryrkja og aldraðra sem ekki hafa það gott og sjúkra og undirsettra? Já, ég myndi segja það nema svona þegar ákveðum mál kom upp og ég verð bara að segja alveg svo að þessi ríkisstjórn sem núna hefur búin að vera 6,5 ár við völd, hún bara og hefur reynst skelfileg fyrir þá verðsettu í þjóðfélag okkar vegna þess að þeir hafa ekki bækjör þeirra, þeir segjast að bækjör ég svo þegar verið að hæla sig á því að það hefur aldrei aukist eins mikið greiðslur úr lífeyrissjóðum og þá aldrei talað að fyrst þetta skattað 37-40%, síðan þetta skert 45% og síðan hefur þetta áhrif á alls konar aðrar bætur, ég kalla þetta keðjuverkandi bætur allt kerfið. Við erum með ótrúlega mannvonskulegt kerfi sem í gangi núna og þetta það bara svo vond að maður það tekur bara út og ég var í þessu kerfi í nær 30 ár. Það ekkert gleðilegt sumar hjá öllum á morgun? Alveg langt því frá, það að vera í þessu kerfi að þú ert einhvern veginn lamin niður. Við erum að bara sjá til dæmis bara núna á örstuttum tíma þegar verðbólga fór á stað og húsnæðismarkaðurinn rauk upp. Ég að hafa samband, fólk að hafa samband með og sýni bara hreinlega leggur á borðið, ég með 320.000 krónur útborgað, ég var með 260.000 krónur leigu. Nú hún komin í 320.000. Hvað ég að gera? Það komin í sömu upp og við kondi færa út. Og þetta fólk með verðtryggð lán sem mögulega. Já. En ekki óverðtryggð. Já. Og síðan á sama tíma þá kemur ríkisstjórnin og segir, eins og bara í síðustu fjárlögum, við ætlum að hækka einkarekna fjölmiðla, hvað var ekki, 10,6 eða 7%. Við ætlum að hækka hina þessa samkvæmt vísitölu. Og ég byrju stoppum að segja, hvernig getur það verið 10,6% hjá þeim en 4,9% hækkun hjá almannatryggingarnar? Þetta sem alveg, þetta er sama á vísitala, þá er það neysluvísitala og launavísitala og það, þeir bara leika sér að því að hlaupa á milli til þess að ná þessum hópum niður. Svo segir að þeir hafa fengið nákvæmlega sama á allir aðrir. Eins og ég benti á áðan, eldri borgarar hafa ekki krónu aukalega frá þessari ríkisstjórn, ekki eins og við náðum út að 63 krónur skatt og skerðingarlaust jólin fyrir örkjana. Eldri borgarar fengið ekki krónu og það er fullt af eldri borgarar sem mjög illa staddir og svo gleymist alltaf að þeir sá hópur sem verst settu hópurinn eldri borgara sem að þeir bústuskerðingum. Þeir fá 10% minna og ég manna að ég barðist með kjaft á klón gegn þessu og reisti Stengri Mjóð á sín tíma en þetta var sett inn og það fannst mér eiginlega merkilegt að vegna kröfu verkalýðshreyfingar. Að þeir hefðu einhvern tentatíf að þeir og að blanda ykkur lífeyrissjóðsmál menn, ég meina við erum með svona kerfi þar sem við erum alltaf að mismuna og ég skil ekki og það verðist aldrei hætta, það er alltaf, þeir finna alltaf einhvern hóp sem þeir vilja mismuna og við erum að taka eftir þessu núna sem eitt alvarlegasta sem ég núna búin að sjá undanfarið, hvernig er að taka á Grindavíkurmálanum. Það fullt af fólki að verða fyrir þvílíkum mismunum og fólk ennþá í hjólísum eldri borgara. Síðan kemur eldri borgari, hann settur í verbúð og þegar hann á hendunum þar út þá segir hann, ég verð bara að fara heim í Grindavík. Ég meina, það er algjörlega þeir með niður því öllu svona máli. Og upplifur þetta sem hluta ásari forréttinda búblu hugsun ríkjandi stjórnmálamanna á Íslandi? Já, þú sér það þegar þetta kerfi til mér, sjáðu til mér sem ég var bara að koma að fundi við velferðarnefndar, þar sem við verðum að taka endurskoðun almannatryggingakerfi varðandi öryrkja. Í morgun? Já, í morgun. Og hverjir eru sem búið þetta til? Full heilbrigt fólk og lögfræðingaræðir í ráðuneytum hana sem hefur ekki hugmynduna hvernig að vera í þessu kerfi. Og síðan þeir bara steinhissa að þeir gera alla brjálaða með því að setja inn alls konar gildur hér og þar. Þetta er bara stór hættulegt að vera að henda út í svona hlutum og þeir, svo segir, við vorum í samstarfi við
Örkibandalagið og Þorskorp og alla þess að kalla. Þeir voru ekkert í samstarfið, þeir voru í samtali við þá. Þeir komu og kynntu hvað það var að gera, en tóku eitthvað tillit til þessu félagsöðu? Nei, letur þá fá frumvarpi áður til þess að fara í gegnum áður en skelltu inn á þing. Þeir settu í gáttina, svo settu í bendin og tók ekki tillitin eins en eins. Svona vinnubröð. Þið ykkar sem að detta inn í miðjan þátt, kannski í útvarpinu, ágætt að minna á það að þetta liðurinn Þingið við Rauðaborðið á Samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér hafa verið 3 þingmenn í þættinu til þessa og það mögulega vona á fleirum, allavega einum framsóknarþingmanni, en við mögum eftir að sjá til hvort hann skila sér það ekki. Guðmundur Ingi frá Flokki Fólksins, Þórhildur Sunna frá Pírötum eru hér og Sigmar Guðmundsson var að kveðja frá Viðreisn. En Þórhildur Sunna, þetta sem Guðmundur segir, þetta spyr spurninga áherslur og jöfnuð og hvað stjórnmálamenn setja svolítið á oddinn núna, hver þín skoðun? Ég finnst fullmikil einföldun að tala að Flokkur Fólksins séu ein í þessu. Við höfum líka verið ötulir talsmenn, jaðarsettra hópa í samfélaginu og líka öryrkja og aldraða. Björn Leví, kollegi minn, hefur til dæmis verið að berjast fyrir því árum saman að öryrkjabætur og ellilífeyrir taki hækkun samkvæmt vísitölu og hefur oft lagt fram breytingatillögur þess efnis og að vinna þetta inn í nefndum þingsins og svo framvegis. Halldóra Mogensen, þegar hún var formaður velferðarnefndar, lagði gríðarlega mikið af mörkum til þess að notandastýrð persónuleg aðstoð yrði einhvers virði og væri ekki bara eitthvað loforð á blaði, heldur væri konkrétt úrræði. Hún orðin að veruleika. Já, hún það en sko það sem að við höfum líka verið að berjast fyrir, gríðarlega miklu máli, hefur verið að berjast fyrir því að þessi kvóti sem settur á mannréttindi fatlaðs fólks muni hækka og við höfum líka alltaf bara talað fyrir því að hann verði afnuminn, það á ekki að setja kvóta á mannréttindi fólks. Ég hef nálgast þetta út frá kannski aðeins annarri átt sem snýr að sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs fólks og rétti þeirra til þess að ákveða sín eigin örlög vegna þess að við erum alltaf duglega að svipta fatlað fólk lögræði sem að á lögfræðísku er kallað lögformlegt hæfi og gengur út á það að fólk sem er álitið vera með einhvers konar alvarlegar geðraskanir eða þá einhvers konar þroskaskerðingar sem gerir þeim erfiðara fyrir með að taka ákvarðanir heldur en kannski gengur og gerist, að það er bara einfaldara að svipta að lögræðinu heldur en að gefa stuðning við ákvarðanatöku. Þannig að það sem ég verið að berjast fyrir alveg frá því ég byrjaði mín fyrsta ræða á Alþingi, jómfrúarræða mín, snerið að því að það þyrfti að breyta lögræðislögunum vegna þess að þau mismunuðu fólki á grundvelli fötlunar, vegna þess að þau voru ólög sem að ætti að afnema. Og ég fekk í gegn þingsályktun sem að gekk út á að við fengjum þingnefnd, þverpólitíska þingnefnd sem að myndi breyta þessum lögum. Sú nefnd fekk aldrei stuðning nei fjármagn til að gera nokkuð skapaðan hlut í raun, nema bara eitthvað svona smá hér og þar, þannig að því miður að þá má segja að helst afrek þeirra nefndar hafa verið að sparka nógu duglega í dómsmálaráðuneyti til þess að þið komi nýja löggjöf og hún er auðvitað byggð á þessari úreltu hugmyndafræði sem er ekki í takti við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem við höfum einnig barist ötulega fyrir að verði lögfest. Þannig að ég er alveg sammála að Flokkur Fólksins hefur verið gríðarlega öflugur talsmaður fatlaðs fólks, en það höfum við líka verið. Ásamt því að tala fyrir réttindum hópa sem að eiga sér mjög fáa málsvara á Íslandi og þá erum við að tala til dæmis réttindi fanga, réttindi barna í ofbeldissamböndum, réttindi kvenna í ofbeldissamböndum og ýmissa annarra jaðarsettra hópa eins og hinsegin fólks og vímuefnanotenda sem að er ekkert endilega vinsæl umræðuefni en er mjög nauðsynlegt að halda á lofti vegna þess að einmitt út af því að þetta er ekki vinsæl umræðuefni þá verða þau oft utangátta og útundan og auðvitað flóttamenn eru hérna gott dæmi líka sem að eru jaðarsettasti hópurinn í samfélaginu mætti að halda fram auðveldlega með við hversu duglegir þingmenn eru að tala þennan viðkoma hóp niður. Þú notaðir orðið lögfræðísku. Já, þetta er bara eitthvað nýrið hjá mér. Já, en ég átta mig á því að hugurinn á bak við það er sennilega að ég átta mig ekki á því en það er tilgáta hjá mér að hugurinn á bak við það orðalag hjá þér sé að það vanti meiri mennsku og það vanti minna af kerfistali og því öllu, eða er ég á villigutum? Nei, ég var nú bara að útskýra sko faglega heitið yfir
Og svo hefði ég átt að koma að láta skilgreininguna fylgja vegna þess að mér er alveg mikilvægt að fólk viti hvað er rætt. Sko, lögformlegt hæfi, það er í raun rétturinn til þess að nýta sér réttindi sín. Og þar að leiðandi hef ég kallað þetta rétt allra réttinda vegna þess að ef þú hefur ekki réttin til þess að nýta þér réttindin, þá eru þau til einskis. Ja. Og þegar þú sviptir lögformlegu hæfi, lögræði eins og við kallum þetta hér, að þá mátt ekki lengur taka ákvarðanir þitt eigi líf, af því það er einhver búin að ákveða að þú sest ekki þess bær. Og þá ertu settur í þar stöðu að það er aðili sem er skipaður til þess að taka ákvarðanir fyrir þína hönd, byggt á því sem sá aðili telur þér vera fyrir bestu. Og þetta er það sem er andstætt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem segir fyrir að fatlað fólk eigi rétt á aðlögun, eigi rétt á að samfélagi aðlagi sig að þeim þannig að þau getur tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra og þar að leiðandi ef þú átt erfitt með að taka ákvarðanir í daglegu lífi að þá gefa þér aðgang að aðstoð til þess að taka ákvarðanir. En þessi aðstoð, hún á ekki að vera boð og bönn og ákvarðanir tekna fyrir þig, heldur aðstoð við að taka ákvarðanir sem byggðar á besta mögulega vilja hins fatlaða einstaklings. Ja. Og þetta er eitthvað sem við erum bara ekki að nálgast með neinum raunhæfum hætti. Nú höfum við úrræði sem heitir persónulegi talsmenn fatlaðs fólks. En það er ólaunað og það er þá aðgengilegt þeim sem að hafa bakland, þeim sem eiga ættingja eða vini sem eru tilbúin að taka að sér ólauna vinnu til þess að aðstoða við að geta að lifa sjálfstæðu lífi og það er líka mikið jafnréttismál í ljósi þess að þetta eru alla jafna konur og við erum með eina hæstu umönnuna byrði í Evrópu, það er önnur lögfræðíska sem gengur út af bara hversu hátt hlutfall samfélagsins er með það verkefni að sinna alvarlega veikum eða fötluðum einstaklingum í sinni nærfjölskyldu og það er 9-10% hérna á Íslandi, það er gríðarlega hátt, þetta er hæsta hlutfall í Evrópu. Ég meina þetta er allt að stóru leyti konur þannig að þetta er líka mikið jafnréttismála að þetta er allt ólaunu vinna. En þetta er svolítið skrítið ef við fyrir bara að horfa á þetta hvað við tölum mikið og hvað við leggjum mikið fram málefni fallafólks og þá sem þurfa að hjálpa að halda en það eins og kjörorðið ekkert okkur án okkar þetta tal fer aldrei fram og við getum bara að sé hverslega rugl er í gangi í þessu samfélag okkar að við erum með 154 einstaklinga inn á hjúkrunarheimilum sem eru undir 67 ára niður fertugt og á sama tíma er þeir að taka plás á hjúkrunarheimilum þar sem eru yfir 100 inn á spítala sem eiga að komast. Og þessi tveir hópar get ekki blandast saman. Nei, þetta bara gengur ekki upp. Þetta er bara mannréttindabrof. Eins og ég sagði Alþingi, hafi engin alþingismaður verið þessar aðstöðu að vera inn á hjúkrunarheimili fertugur. Það myndi enginn vilja lendi þessu, en þeir gera ekki. Þeir bara yfirtátt að segja, nú setjum við bara nefnd og skoðum þetta, en það breytist ekkert. Og þetta er þetta grafalvarlegt mál og ég tek undir með og að sambandi við erum búin að leggja því hvað það fyrir nákvæmst 100 þingmál fram og að þeim eru 70-80% varðar eldri borgar og öryrkja og einhver flokkur sem hefur viljað vera á sumum málum þá er það Píratar og þeim er alveg eiga það og við höfum haft mjög góð samstarf við Píratar á þingi. En á sama tíma og ástandið er svona eins og þið nefnið þá voru til nægir peningar til þess að bæta við ráðherrum þegar þessi ríkisstjórn framlengdi líftíma sinn með því að bætt var við fjölda ráðherra mjög kostnaðarsama breytingar á stjórnkerfinu og ekkert ráðuneytunum og ekkert endilega til bóta það er ekkert sjálfgefið að svo sé og mér langar núna aðeins að víkja umræðinni svona síðustu 10 mínúturnar sem við höfum að lýðræðis halla þið heyrðuð allavega er í nokkuð sem að þú hefur heyrt í Katrínu Oddsdóttur sem flutti mikla eldmessu í sunnudagstætti þeirra bræðra hér á Samstöðinni síðastliðinn sunnudag Sigurjóns og Gunnar Smára þar sem að hún fór yfir hryllinginn líkum að segja vestur á fjörðum þar sem að hún lýsti getuleysi opinbera stofnunna til þess að gera eitthvað þegar norskir auðmenn koma hér inn í landið byrja að framkvæma án leyfis og stofnunna segja já það er ekki hægt að stoppa ykkur af því að þið eruð búnir að hefja framkvæmdir og svo endur þetta í einhverjum sektum og þetta er eiginlega bara svo steikt að maður átti von á því
að lobbyistarnir myndu svara þessu af hörku næstu 24 klukkutímana, það verður enginn sagt orð. Þetta virðist bara allt vera satt og rétt. Ég fekk til dæmis Hauk Arnþórsson, stjórnsýslufræðing, til þess að bregðast við þessu áliti Katrínar sem er meira en álit. Þetta er rannsókn, hún er búin að fara og tala við fólk hjá opinberum stofnunum og hérna, já, þetta ber með sér vísindaleg vinnubrögð af hennar hálfu sem er ómótmælt. Og við Haukur erum að ræða hér málin fyrir nokkrum dögum og þá talar hann það að þöggunarmúrin og sem sagt hans narratíf þannig að atvinnurekanda valdið, orðið svo mikið í pólitík, íslenskri pólitík, að það hafi svo mikil áhrif á stjórnmálin sem aftur hafi svo mikil áhrif á opinberar stofnanir að við setjum upp með gagnslaust samfélag og svona erkidæmi þetta að mati stjórnsýslufræðingsins sem er doktor í sínum fræðum og ætti að veit hvað hann er að segja er að meistaranemar við Háskóla Íslands séu steinhættir að skrifa gagnrýnar ritgerðir. Rannsóknarspurningarnar séu ekki einu sinni gagnrýnar lengur vegna þess að sá sem ætla sér núna í íslenska menntakerfinu á vegum Háskóla Íslands að vinna rannsókn sem sýnir sem gæti leitt af sér gagnrýni á íslenska stjórnsýslu, hann muni ekki fá neina vinnu. Og ég veit ekki ef þetta er svona hvert við erum komin, en ég þarf að kasta þessu fram. Gunnar Smári, svo ég vitni nú aftur til hans, talaði gjörspillt alþingi í færslu á Facebook í gærkvöld og skortur og trausti hjá almenningi gagnvart hinu þessu, nánast öllu, hann er alvarlegt vandamál. Ég held að séu flestir í ákveðinni krísu með atkvæðið sitt, hvort sem að verður kosið í haust eða að ári. En þessi lýðræðishalli og ofurvald atvinnurekanda í íslensku samfélagi, ef þetta er ekki umræðefni þá veit ég ekki hvað. Þórhildur Sunna. Já, sko í fyrsta lagi þá vil ég ekki halda því fram að við séum gagnslaust samfélag. Nei. Og að Alþingi sé gjörspillt og ástæðan fyrir því er einföld. Það er hættulegt fyrir okkur sem að viljum sjá breytingar á íslensku samfélagi að láta eins og þær séu ómögulegar, eins og þessi sami rassinn undir okkur öllum að Alþingi. Þetta er hluti af markvissri þetta gagnast Bjarna Benediktssyni og vinum hans íhaldsmegin sem hafa gaggjast grafið undan trausti í áraraðir að fólk sé samfært að það skipti engu máli hvað þú kjósir, þú fáir alltaf sömu spiltu niðurstöðuna vegna þess að það dregur máttinn og baráttuviljan úr þeim sem að vilja breytingar á samfélaginu. Þeir fara að trúa því að það skipti engu máli hvert þeirra framlag þeir fara að trúa því að það skipti engu máli að mæta á kjörstað. Og populistandi blómstra í slíku vantrausti. Íhaldsfólki, það mætir á kjörstað burt sér frá því hversu hátt vantraustið er orðið. Vegna þess að þau vita þeirra atkvæði skipti máli og þeirra atkvæði skila sér í hús. Þannig að það er hluti af ægivaldi íhaldsins að viðhalda þessari narratífu að það skipti engu máli hvern þú kýst vegna þess að þú fáir alltaf sömu niðurstöðuna og það að VG hafi farið í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum gerði heilmargt til þess að ýta undir þessa skoðun líka. Ég vil ekki láta það ósagt vegna þess að það er þannig. Fólk trúði því að þarna væri svar við Sjálfstæðisflokknum og það fékk samt sem áður Sjálfstæðisflokkin upp úr kjörkassunum þegar það greiddi atkvæði til VG. Þetta hefur auðvitað ýtt undir vantraust og það er alveg ástæða til þess að hafa vantraust í garð stjórnvalda sem eru búin að ganga íslenska stjórnarráðið eins og skiptimarka fyrir notu föt, eins og sína eigin einkaeign sem enginn eigi að skipta sér að nema 4 ára fresti hvernig sé ráðstafað. Þessi framkoma, þessi valdhroki og þetta virðingaleysi gagnvart í valdið sem að fólki hefur verið falið, það er til þess fallið að grafa undan trausti og það er ekkert skrítið að það sé vantraust gagnvart ríkisstjórninni. En ég held að það sé mjög mikilvægt að halda því á lofti samt sem áður að það eru öll sem að vilja breyta hlutunum. Það er erfitt, það mun kosta tíma og þolinmæði
og það þarf allar hendur upp á dekk til þess að gera það. Ég skil hvað þú ert að segja fyrir ekki aðeins áður en ég hleypi þér að. Ég skil hvað þú ert að segja, en sérstaklega þetta með atvinnurekanda valdið. Já, varðandi það, sko, ég þyrfti nú að, ég get tekið undir að það ákveðið vandamál í fræðiheiminum hvað fólk orðið smeygt við að tjá sig gagnrýni stjórnvöld. Við höfum séð kannanir þar sem að svona það byrð þriðjungur allra fræðimanna viðurkennir að þau veigri sig við að tala opinberlega pólitískt umdeild mál vegna þess að þau óttast afleiðingar. Þetta fólk sem vinnur hjá háskólanum og svo framvegis. Ég get ekki tjáð mig það hvort að hvernig rannsóknarspurningar hjá meistarsnemum eru vegna þess að ég bara hef ekki skoðað það. Ég veit ekki til þess að það sé búið að sýna fram á þetta með einhverjum hætti. En það alveg rétt að það ákveðin það ákveðin lýðræðisógn á Íslandi sem að við höfum alveg upplifað í Pírötum að það hefur verið mjög erfitt fyrir okkur að trekkja á fundi til dæmis út á landi og við höfum alveg heyrt frá fólki eftir á að það hefði gjarnan viljað koma, það væri hrætt við að koma þegar það vildi ekki sjást á fundi með okkur. Það er toxic. Já, það bara hrætt við að það geti mist vinnuna ef að sjást á fundi með okkur, sko. Og ég meina, þetta ákveðin ægivald, þetta ákveðin ógn við atvinnuöryggi sem auðvitað svona formpólitískrar kúgunar og Bjarni Benediktsson þegar hann tegir út fyrir landsteinana til þess að koma í veg fyrir að gagnrýnandi sinn fái ritstjórastöðu í fræðiriti, þetta sýnir hvað sjálfstæðisflokkurinn ber litla virðingu fyrir borgararéttindum. Þetta sýnir hvað mikið fals að hann standi fyrir borgararéttindi og sé borgaralegu flokku vegna þess að hann ber ekki virðingu fyrir fjölmiðlafrelsi, hann ber ekki virðingu fyrir fræði, akademísku frelsi og hann ber ekki virðingu fyrir tjáningafrelsinu heldur. Og þetta auðvitað okkar grunn borgaralegu gildi sem að skipta ótrúlega miklu máli til þess að vera í lýðræðislegu samfélagi. Bjarni starfar í umboði atvinnurekenda og fjármagnseigenda. Já, og ég held að eina leiðin til þess að fella hann af þeim stóli að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum í að minnsta kosti 2 kjörtímabil og þá missa þessi hagsmunaöfl mögulega áhugan á sjálfstæðisflokknum sem sínum fulltrúa og það gæti minnka hans ægivald í íslensku samfélagi. Það ekki þar með sagt að við séum lausu lobbyistana eða vandamálun sem að við erum að díla við. En til þess þarf þolinmæði, til þess þarf allir på dekk og til þess þurfum við að útrýma þessum hugsunarhætti að þetta sé bara glatað og það séu allir glataðir og þetta með að tala alltaf Alþingi sem eina heild. Þetta truflar mig ekki bara því að ég einhvern veginn rosa hörunsorga hvort því að fólk sé að kenna mig við einhverja hluti sem að ég tók ekki þátt í og var barðist jafnvel hart á móti, heldur líka bara vegna þess að þetta býr til svo mikið vonleysist ástand sem að einmitt letur fólk frá því að taka þátt, letur fólk frá því að berjast fyrir breytingum, letur fólk frá því að velja rétt í kjörkössum. Ég sem að segja alveg svo að það sem er búið að vera að í okkar þjóðfélagi flokkakerfið. Þessi fjórflokkur sem hefur verið við völd hérna til skiptis alveg alla tíð og við sjáum það bara með þessar þriggjarflokkastjórn núna og það sem Framsókn komst bara inn með því að það er bara best að kjósa Framsókn með enga stefnu eða nokkuð skapalöð nema verja það sem þeir eru búin að byggja upp. Það er búin að byggja upp þetta hérna þjóðfélag af fjórflokknum og þeir ríkari verða ríkari og þeir hafa alltaf meira með völd og meðan þessi fjórflokkur er í þessa stöð þá bara verður þetta svona og ég sé ekki fram á næstu kosningar að verða allt óbreytt vegna þess að ég sé ekki annað en til með Samfylkingin þegar hún vinnur stór sigur þá fer hún sæng með Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum þannig að þeir passa sig að vera alltaf þessi flokkar að halda völdum og halda öllu óbreyttu. Kjósendur velja þá? Já, og síðan er þessu sem við skoðum svo fjármagnseigundur að vera ríkar og ríkari og það má aldrei eiga neitt við til fjármagnseigundur, þeir bara borga 22% skatt búið, á sama tíma ertu kannski með fátækan einstakling, hann á að borga 22% skatt af sínum fjármagnseigjum pluss skerðingar, og við komandi eins og við erum með hérna þessa forríku lið sem vaða í peningum í fjármagnseigjum, þeir borga sér rúsar. Ég meina, hversa samfélag erum við búin að byggja upp og það verður að verja þetta aftur og aftur og ég meina, ef við viljum breyta þessu, þá er það kjósendur hann úti sem geta breyta þessu. Eða því að hætta að kjósa alltaf þessa sömu flokka til valda. Já. Þessi þáttur reyndist eins og mig grunaði upp af allt öðruvíseldur en vikan hjá Gísla Martini. En eru þið ekki bara hress og og svona fyrir utan harðærið í pólitíkinni leggst ekki sumarið vel í ykkur? Ég er afskaplega spennt fyrir því. Sumardagur fyrst á morgun og spáð 12 stiga hiti og sól. Já. Ég get ekki beðast til að koma betra veður, það verður gegn. Það er bara komið. Það var svolítið kaldur kafli. En
eiginlega enn meira frost að mörguleiti í pólitíkinni heldur en ég myndi kalla þetta sjóðheitt, það búið að gjósa bara reglulega þarna hjá þeim, það búið að vera dramakast svona jafn oft og það búið að gjósa hjá okkur í vetur. En viltu spá fyrir hver verður forseti, Guðmundur Ingi? Því það nú mesti samfélagsleikur. Ég letti þarna í kjördæmavikunni og frá lengi á undan bæði og þar og eftir að það var alltaf verið að spurja mig að því hvort að Katrín Jakobs ætlaði í framboð. Þannig að enda með ég gæti ekki svarað svo ég bara spurði það mig sjálf í óundirbúinu fyrirspurnatíma. Og þá uppgötaði ég það að hún ætlaði sér framboð. Hún svaraði það óskýrt. Það varst þú sem spurði. Og ég vona að ég ekki komið einhverju hringingastar á staðinn, ég veit ekki hvað, en eins og mér horfið við forsetaembætti og það sem hefur verið fundið að málskotsréttu og öllu, það bara pólitíkinni sjálf að kenna, við áttum að vera löngu búin að gera eitthvað í þessum málum. Við erum með stjórnarskrá frá konungnum, danska konungnum en þá óbreytt og við erum ekki geta, en það er kannski ekki geta heldur fjórflokkurinn við ekki vilja breyta einu. Þess vegna erum við í þessari aðstöðu og við neyðast nú til að breyta og það verður að fara að breyta þessu. Það komið löngu tíma og ég vona það takist en ég bara óska öllum góðs gengis í forsetakosningunum og ég ætla bara að fylgjast með. Þú vilt einhver spá? Ég vil ekki spá, ég sé ekki góður spámaður en mér sýnir stefna í þarna 4 frambjóðendur sem við munu standa uppi og hver verður forsetinn nú, ég bara treysti þjóðum til að velja það. Vinur minn hringdi í mig, hann í bændaferð Hollandi held ég. Og þetta svona hópur sem búin að vera nokkra daga á ferð og upphafi ferðar þá var þetta þannig að það var alltaf öll kvöld þegar borðaðar kvöldverður þá var öll kvöld mikil umræða forsetakosningarnar, hvort sem út Íslendingur í útlöndum eða hér, þá þetta svolítið málanna, það talað mest spennandi kosningar í áratugi og maður veit ekkert hvernig það fer nema það að hann segir að fyrstu kvöldin hafa allt svona mjög opið en núna segir þessi hópur búin að tala sér niður og það að hópurinn ætla að kjósa Höllu, Hrund, Logadóttur, hvað bændaferð í Hollandi. Ég veit ekki hvort það verður fórspóð þessi komast. Búið að spyrja þá á Tenerife og Kanari? Mér finnst þetta allt flott, bara frambærilegir frambjóðendur, en mér er svolítið svona leiðilegt að sjá einhvern veginn umræðina, við náttúrulega verðum líka vitni að þessu á þingi, það eru svona ákveðnir vinsæll en aðrir og kalla fram meiri smellheldur en aðrir, þannig að það er mjög ójöfn umfjöllun. Já. Og maður hefur svona tekið eftir því að forsetaframbjóðendur fá alls ekki jafnt viðtöl hvað þeir snúast og svona, ég meina samstöðun er undantekning því að til dæmis tekið viðtöl við Helgu Þórisdóttur sem að ég held að hafa ýmislegt fram að færa líka og Steinunn Ólína á hennu, við komumst í pallborðið en ég meina bara þetta að hafa aðgengi af fjölmiðlum í áttum að því að 87 manns það er kannski, en þú veist, þeir sem eru að minnsta hvort að mælast, ég veit það ekki, þarf ekki ég hugsa oft þetta sko, hvað Það voru líka mjög forvitnilegt sko klemman sem RÚV stendur fyrir, kvöldu fyrir kjördag að Þau þurfa bara að bjóða þetta. Ég heyrði í RÚV, ég hringdi í Stíg Helgason sem yfir kosningavefnum og kosningavinnunni og þau búa sig undir það að þurfa að hólfa af síðasta kvöldið að sem sagt þeir sem að mælast með mest fylgi verði sér og svo verður til eitthvað sem við getum kannski kallað aðra deild eitthvað svoleiðis. Ég er ekki viss að þeir geti splittað þessu þannig, en jú, kannski. Þannig vita hversu margir ná að safna. Þau geta það sko, þau hafa hreinlega fengið brýningu frá ÖSE, sagði Stígur að það væri ekki gott lýðræði og ekki góð leiðsögn fyrir almenning að 20 frambjóðendur séu í einu daginn fyrir kjördag og hver þeirra segir 2 málsgreinar. Þannig að sko Já, en ég er að meina að skipta þeim í sko eftir fylgi. Já, þú meinar að það er að vera random? Já, eða einhvern veginn ekki endilega, þú veist, eftir fylgi sko. En já, við á samstöðinni reynum að sinna til dæmis biskupskosningunni. Já, ég tók eftir því líka. Sýnt vel og reynum að láta eitt yfir alla ganga. Ég reyndi líka að fá fulltrúa stjórnarhandstöðunar til þess að taka þátt í þessu spjalli. Þú meinar ríkisstjórnarina? Já, ég meina það. Síðasta vetrardag. En það verður engi skilað sér í hús og þættinum er lokið. En kærar þakkir fyrir komuna Guðmundur Ingi og Þórhildur Sunna og ég óska ykkur gleðilegs sumars. Takk fyrir okkur. Takk. Og með það förum við yfir í aðra sálma. Takk líka áhorfendur fyrir samveruna í vetur og Gunnar Smári væntanlega tekur nú við.
Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.